reisa þig, hreinsandi eld, drottinn minn. Drottinn minn, hreins okkur, Faðir Guð. Drottinn minn og Guð minn, við tilbiðjum þig, lofum þig, tignum þig, prísum þig. Halleluja, halleluja. Drottinn, við viljum bara gefa þínu nafni dýrðina. Við viljum heiðra þig, gefa þínu nafni alla dýrð. Be glorified, be glorified, be glorified, be glorified, be glorified in the heavens, be glorified in the earth, be glorified in this temple. Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou glorified.
Amen. Prís í Guði. Syngum ekki, var okkur viðurkennendum og til að fullvissa okkur það að við eigum ein við. Og ég var að hlusta á 2 presta í vikunni og þeir voru það var eftir dauða Charlie Kirk og þeir voru að tala bókstafstrúar menn, að þeir vildu svo oft láta Biblíuna segja það sem þeir vilja segja. Og það getur verið að sumir geri það, en ég held að það kannski eigi þá líka við þessa menn, en það segir í Tímóteusarbréfinu að það Páll að uppörva Tímóteus í að fara rétt með orð Guðs. Og ein ástæðan fyrir því að mér finnst gott að fara svona í gegnum Biblíuna að þá erum við að láta Biblíuna segja það sem hún segir. Ég ekki að taka vers út úr eða predika út frá því, það líka gott, en það líka gott að fá samhengið og til þess að við förum rétt með orð Guðs. Og við erum í 5. kaflanum í 1. Jóhannesarbréfi og ég ætla að taka fyrir fyrstu 12 versin og við skulum kannski lesa þau saman. Fyrstu 12 versin. Ekki einhver með fallega hljómfagra rödd hérna sem hefur gaman að því að lesa fyrir mig? Já. Það er 1. Jóhannesarbréf, 5. kafli frá versi 1 til og með 12. Já. 1. Jóhannesarbréf. Takk fyrir.
Segðu bara, Faðir, blessaðu orðið þitt og gefa okkur náð, Drottinn minn, að meðtaka það og viltu opna það fyrir okkur á þessum morgni í nafni Jesú Krist frá Nasaret. Amen. Ég var að horfa á þessi vers enn einu sinni. Ég er búin að vera að lesa hana kafla síðastliðinn hálfan mánuð og í morgun eða gær að það er mikið talað votta og vitnisburð. Það talað vitnisburð hérna í þessum versum held ég 10 sinnum og það talað vitnisburð Guðs, það talað vitnisburð manna, síðan talað trú og mér langar bara að hafa þá yfirskrift yfir þessum kafla úr Hebreabréfinu 11:6. Án trúar ógerlegt að þóknast Guði. Án trúar ógerlegt að þóknast Guði. Og þetta með trúna, ef við lesum áfram þá segir sá sem gengur fram fyrir Guð, hann verður að trúa því að Guð sé til og hann umbunið þeim hans leita. Og þetta með trúna, það nær alveg aftur til Adams, að þóknast Guði fyrir trú. Ég var að hugsa, Adam, hann þóknaðist ekki Guði þegar hann tók orð djöfulsins fram yfir orð Guðs. Og þess vegna það að þóknast Guði, það að trúa orði hans og treysta því. Og Abraham, hann var einn af þeim sem treysti Guði. Hann treysti því að Guð, af því að Guð hafði talað, að jafnvel þó hann fórnaði syni sínum, þá myndi Guð reisa hann upp frá dauðum. Það var algjört traust. Og hann trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Nú hérna í þessum kafla í versi 9 að þá talað að ef við tökum manna vitnisburð gildan, þá Guðs vitnisburður meiri. Ef við tökum manna vitnisburð gildan, þá Guðs vitnisburður meiri. Þannig hafðu það hugfast þegar þú fer til læknis næst. Að Guðs vitnisburður alltaf meiri heldur en vitnisburður manna. Og Hiskía, ég man það þegar ég segja komið orð frá Guði, það gekk jafnvel enn lengra að ég segja spámaður, hann með orð frá Drottni og segir við Hiskía, heyrðu, ráðstafu á húsið þínu því að þú ert að fara að deyja, vinur. En Hiskía, hann bara vildi ekki taka við því, hann sneri sér til veggjar og grét og sagði, Guð, please. Já, þetta var ekki góð íslenska. Nei. En Guð gerðu það, gefðu mér lengri lífdag og Guð lagði 15 ár við líf hans. Og ég held að þetta hugafar trúarinnar. Trúin, hún nefnilega sigurinn, segir hér. En ég ætla að fara aðeins yfir þessi vers. Þegar ég las hérna, hver sem trúir að Jesús sé Kristur, hann af Guði fæddur og hver sem föðurinn elskar einni barn hans. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur af Guði fæddur. Svo ég fór að hugsa, predika ekki Páll að við þyrftum að iðrast fyrst áður en við fæddumst af Guði eða endurfæddumst. Jú, en hvernig getur hann þá sagt þetta? Ef við lesum hérna frumtextan þá segir hver sem trúir að Jesús sé Messías, hann af Guði fæddur. Og þannig ég fór að hugsa þegar að það kom vers upp í huga minn. Trúð þú aðeins og þú munt hólpin verða úr postulasögunni. Og líka þegar að hérna konan við brunnin að hún tók við orðum Jesú og við lesum aldrei að hún hafi gert einhverja iðrun. Jesús sagði bara, ég ætla að gefa þér lífsins vatn, en hún fer og predikar fyrir öðrum og þá aðrir sem komu til Jesú og blessu konan að við sjáum aldrei að hún hafi farið með frelsisbænina.
reyndar var Jesús ekki dáinn fyrir syndirnar þá, en stundum þetta þannig að við þurfum að fara með frelsisbænin og taka þetta allt rétt. Nei, það eitthvað sem gerist í hjartanu. Ef þú trúir á Drottinn, ef þú trúir, það að treysta á hana, hann sé þinn Guð og þú bara tekur við þessu, að þá ertu fæddur af Guði. Það bara blessaði mig að bara íhuga þetta. Rómverjabréfið segir að setja traust sitt á Jesú sem Krist. Ég trúi í hjartanu, ég játa með munninum, þá hann Drottinn í mínu lífi. Það iðrun. Ég tek hans vitnisburð fram yfir vitnisburð manna, það iðrun, og ég sný mér til hans. Ég trúi á hann. Svo lesum við hérna að við elskum Guðs börn, þekkjum við af því að við elskum Guð, en breytum eftir boðorðum hans. Að við elskum Guðs börn, þekkjum við af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Já, en það kemur strax þessi hugsun, já, en ég bara fíla það ekki. Mér finnst ég ekki elska þig, mér finnst ég ekki Og málið það að elska ákvörðun. Ég hlýði boði Guðs að ég ætla að elska bræður mína, þá ég í hlýðni við orðið, ég í hlýðni við trúna, og hvort sem mér finnst ég elska þig eða ekki elska þig, að þá elska þig samt. Það gott í hjónabandi. Þetta ákvörðun. Að elska ákvörðun. Tilfinningar allt annað. Og við þurfum að svo oft, og sérstaklega á þessum dögum, að yfirvinna tilfinningar okkar með trú. Við þurfum að sigra tilfinningar okkar með trú. Mér líður ekki svona, mér líður þannig og mér líður svona. Þá þurfum við að sigra tilfinningar okkar með trú. Og það það sem hann talar hér, trúar og sigurinn. En ef við lesum næsta vers, þá segir í þessu birtist elskan til Guðs, að við höldum hans boðorð hans ekki þung. Því allt sem að Guð fætt sigrar heiminn, trúar, hún sigurinn, hún hefur sigrað heiminn. Amen. Þannig að trúar, hún sigurinn sem sigrar heiminn. Allt sem að Guð fætt sigrar heiminn. Mér líka betur þessi hérna gamla þýðing. Allt það sem fætt af Guði, það sigrar heiminn. Og trúar, hún sigurinn. Þannig að ef þú trúir, þá ertu búin að sigra. Og ég held að, stundum erum við að tala það svo hart að segja við fólk, þú trúir ekki, en Jesú fannst það ekki hart. Hann sagði bara, þú vantrúa kynslóð, hvað á ég lengi að umbera ykkur? Honum fannst það ekki hart. Hann bara sagði það hreint út, þið eru bara vantrúaðir. Og ég bara búin að finna það út að ég hef ekki alltaf þetta að trú mín sé sigurinn. Ég bara ekki alltaf þar. Ég svo oft í vantrú. Oft eins og faðirinn sem sagði, ég trú en hjálpaði vantrú minni. Og málið það að trúin, hún sigurinn. Og hún að sigra heiminn, þá kemur hann aftur hérna í annan kaflan þar sem hann segir, elskið ekki heiminn, ekki þá hluti sem í heiminum eru, sá sem elskar heiminn á ekki sér kærleika til föðurins. Þannig að sigra heiminn, það það að við fyrsta lagi, við getum ekki sigra heiminn ef við elskum hann. Við getum ekki sigra freistingar ef við elskum þær. Við sigrum heiminn af því að við elskum Guð meira heldur en heiminn. Og það segir að í heiminum, það stendur í Jóhannesar Guðspjalli, þá höfum við þrenging, það eru ofsóknir í heiminum og við erum að biðja fyrir þessu fólki sem ofsótt í dag og það bara skelfilegt hvað að gerast. Að fólk brytjað niður í Afríkuríkjónum og heimurinn þegir. Það hentar heiminum að þegja. En þegar að ef það eitthvað viðkomandi í Ísrael, þá það blásið upp. En Biblían segir, í heiminum höfum við sem kristnir þrenging, en Jesús sagði, verið hughraustir því að ég hefi sigrað heiminn. Þetta í Jóhannesar Guðspjalli 16. kafla. Verið hughraustir því ég hef sigrað heiminn. Og
á einum stað í Jóhannesar Guðspjalli 14:30, Jóhannes 14:30, þá segir Jesús, höfðingi heimsins, hann kemur, í mér á hann ekkert. Höfðingi heimsins, og hver var það? Það var og Satan, hann höfðingi þessa heims. Hann fekk yfirráð yfir þessum heimi vegna þess að Adam og Eva gáfu honum það. Höfðingi þessa heims, hann kemur og hann segir, í mér á hann ekkert. Og ég var að íhuga að í öðru Korinthubrefi, 4. kafla og 4. vers, að þá líka talað höfðingja þessarar aldar. Það sama persónan. Hann blindar augu hinna vantrúuðu svo þeir sjá ekki ljósið frá dýrð Guðs. Þannig að trúin, þegar við trúum orði Guðs, fram yfir allt þetta rugl í heiminum, að þá erum við að sigra heiminn. Og Guð gaf mér orð fyrir einhverjum 5-6 árum að úr Sálmi 125, vers 3, sem við ættum að biðja yfir kirkjun okkar, og ég hef gert alla tíð síðan, að veldisbroti guðleysisins, hann skal ekki drottna á landi réttlátra. Veldisbroti guðleysisins skal ekki drottna á landi réttlátra. Vegna þess að þeir sigra heiminn, réttlátir sigra heiminn. Og þess vegna drottnar ekki þessi heimsandi, þessi réttrúnaðarandi og yfir okkur sem Guðs börnum, vegna þess að við trúum. Trú okkar, hún sigurinn og hún sigrar heiminn. Síðan segir í versi 5, hver sá sem sigrar heiminn, nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs. Amen. Ég trúi að Jesús sé sonur Guðs, að því leyti ég bókstafstrúar. Og ég ekki að nota ritninguna mér til framdráttar í því, ég tek við því sem ritningin segir. Og hann sá sem kom með vatni og blóði, Jesús Kristur, ekki með vatninu einungis, heldur með vatninu og blóðinu. Og þetta svona eitthvað sem guðfræðingar hafa snúið í marga hringi, hvað þetta þýðir, vatnið og hérna að hann hafi komið með vatni. Og sumir segja, vitna í Jóhannes 19, 34, að þegar að Jesús hékk á krossinum, Jóhannesar Guðspjall 19:34, að þá var stungi spjóti í síðu hans og það rann út vatn og blóð. Og þetta svona, menn viti ekki hvort Jóhannes var að vitna í þetta eða hvað hann meinti með þessum orðum. Guðfræðingar hafa velt því fyrir sér í held ég 2000 ár eða svo. Þannig að ég ætla ekki að fullyrða það, en ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna þetta vers. Hann sá sem kom með vatni og blóði, Jesús Kristur, ekki með vatninu einungis, heldur með vatninu og blóðinu. Ég ætla að lesa þetta vers úr enskri þýðingu sem ég sneri yfir á íslensku. Þetta lifandi orð. Þetta versið bara númer 6 hérna sem ég að vitna í. Fyrra Jóhannesarbref 5:6. Hérna segir, hann sá sem kom með vatni, blóði, Jesús Kristur. Ekki með vatninu eingöngu, heldur með vatninu og blóðinu. Andinn sá sem vitnar, því andinn sannleikurinn. Stundum skiljum við þetta betur ef við lesum bara svona öðruvísi þýðingu. Og ég ætla að lesa hérna þessa lifandi orðþýðingu, eða NLT, eða erum við biblíuappið, að það segir, Jesús var opinberaður sem sonur Guðs, með vatnsskírn sinni og með blóði á krossi. Hann var opinberaður sem sonur Guðs með vatnsskírn sinni og með blóði á krossi. Og með vatnsskírn Jesú, að við vitum það að hann þurfti ekki að taka iðrunarskírn, en flestir biblíuskýrendur trúa því að hann hafi tekið skírnina
og það sé tákmynd upp á það að hann samaði sig mannkyninu. Hann var eitt með okkur mönnunum til að sýna að hann vildi ganga í gegnum lífið sem maður. En þetta þetta að sem sagt Jesús hafi verið opinberaður sem sonur Guðs með vatnsskírn og með blóðinu. Síðan þetta að andinn sá sem vitnar og andinn sannleikurinn. Og já, ég á minningar alls kyns hluti í sambandi við það að var manneskja sem sagði, það var eitthvað í sambandi við jóga og hún sagðist bara anda stutt, ekki alla leið niður og þá færi jóga andinn ekki alla leið. En við erum ekki að tala þann anda, við erum að tala heilagan anda Guðs sem Guð og það hann sem vitnar. Og ef þið munið eftir þegar Jesús var skírður, þá kom rödd frá himni sem sagði, þessi minn elskaði sonur, Matteus 3:17, þessi minn elskaði sonur sem ég velþóknun á. Þetta var vitni frá himninum, hér á jörðu, yfirnáttúrulegt. Jesús var að taka skírn, kemur bara rödd niður úr himninum. Og þetta gerðist aftur í hans þjónustu. Ég fann hérna nýtt, eða sko, svona fljótlega í huganum þá man ég eftir þessu þarna þegar hann var skírður, svo man ég þegar ég fór upp á ummyndunarfjallið, en þetta gerðist líka einu sinni þegar hann var að predika og hann var á hátíðinni, ég man nú ekki hvaða hátíð það en hann þetta í Jóhannesar Guðspjalli 12. kafla, að þá hann að tala við lærisveina sína, held ég, þá voru Grikkir, í 20. versinum segir Grikkir nokkrir voru meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir að hátíðinni. Þeir komu til Filippusar frá Betsædu í Galileu og báðu hann og sögðu, Herra, okkur langar að sjá Jesú. Og síðan síðan koma þeir til Jesú og segja honum þetta og þá byrjar Jesús að tala. Og hann að tala þarna á þessum stað. Og hann segir í versi 27, nú sál mín skelfd, hvað á ég að segja? Faðir, frelsa mig frá þessari stundu. Nei, til þessa ég komin að þessari stundu. Faðir, gjör nafn þitt dýrlegt. Þá kom rödd af himni. Ég hef gjört það dýrlegt, mun enn gera það dýrlegt. Hér kemur aftur, hérna hann bara í sinni þjónustu, kom rödd af himni. Þegar hann var skírður og hérna, og síðan þegar hann fór með lærisveinunum upp á ummyndunarfjallið, þá kom dýr Guðs og Móse og Elía birtust til munið eftir því og hérna, þá kom líka rödd af himni, sagði, þess minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á, hlýðið á hann. Mér minnra standi þannig, þetta í Markúsar Guðspjalli 9. kafla. Ég vil bara, það sem ég vil benda á að andinn vitnaði, andi sannleikans vitnaði með því á yfirnáttúrulegan hátt að þessi maður sem kom til jarðar og fæddist á jörðu, Jesús Kristur, að hann væri sonur Guðs. Þannig að það kom bara rödd af himni ofan til að staðfesta að þessi maður væri sonur Guðs. Nú, svo það þetta með vatnið, það svo skrítið að í 3. kaflanum í Jóhannesar Guðspjalli segir Jesús að enginn geti séð Guðsríki nema hann fæðist af vatni og anda. Ekki þannig? Jóhannes 3:5, hann fæðist af vatni og anda. Og ég ætla bara að tjekka hvort það ekki rétt farið með hjá mér. Nema hann fæðist af vatni og anda, já, það rétt. Og það þetta vatnið, ég skrifaði hérna hjá mér, vatnið og orðið, spurningamerki. Þetta verið stundum vatnið, stundum orðið. Hér segir hann kom með blóði og vatni og þannig að mér langar að gefa ykkur hérna 2-3 ritningarstaði. 1. Korintubréf 6:11. Við skulum lesa hérna 3 ritningarstaði bara til þess að því að þetta eru svona spurningar
sem að þvælast fyrir okkur og ég trúi því að það sé gott að vita. Ég var að horfa á hann Charlie Kirk rökræða við fólk í gær og hann var að rökræða við eitt svona sem var með samfæriskenningar að allt væri vont frá Ísrael og hérna að Ísrael hefði sprengt upp turnana og þetta var kristinn maður, þvílíkur rugludallur og því miður. En ég var svo hrifinn að því hvað Charlie Kirk heitinn, hann hafði mikla þekkingu í orðinu. Hann þekkti Móselögmálið og vissi líka að Talmúd var túlkun á lögmálinu. Það er svo gott þegar maður mæti fólki að vita og hafa þekkingu, vera rótfastur og grundvallaður í orðinu. Þess vegna ætla ég að lesa þessar ritningar. 6:11 Þetta voru þér sumir yðar, en þér létu laugast. Þér eru helgaðir, þér eru réttlættir fyrir nafn Drottins. Enska Biblían hér segir, þér voruð þvegnir. Þér voruð þvegnir. Og úr hverju voru þeir þvegnir? Tákmyndin er vatn, en voru þeir þvegnir úr vatni? Við skulum koma hérna í Efesusbréfi 5:26. Efesusbréfi 5:26. Þar segir, til þess að helga hana, og hann er að tala kirkjuna, við skulum lesa 25 til að fá samhengið, Efesusbréfi 5:25, þér menna elskið konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna, lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana, til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði. Til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði. Sjáu því, það er laug vatnsins, og þetta getur táknað skírnin, en laug vatnsins, það er orðið sem það fer saman við orðið. Við getum jafnvel sagt að þetta sé sami hluturinn, orðið og vatnið í þessum skilningi. Það er eitt vers í viðbót, Títus 3:5. Títus 3:5 til að bara ná taki á þessu með orðið og vatnið. Er það sami hluturinn eða vinnur það saman? Títus 3:5. Títus 3:5. Þá frelsaði hann oss ekki vegna réttlætisverkana sem við höfðum unnið, heldur samkvæmt miskunn sinni í þeirri laug, þar sem við endurfæðumst og heilagur andi gjörur oss nýja. Þannig að hér er vatnslaug. Og King James Biblían segir, he cleanseth the church with the washing of water by the word. Hreinsa kirkjuna með því að þvo hana í vatni með orðinu. Þannig að orðið og vatni fer saman. Síðan er mynd af þessu í Gamla testamentinu og þú mátt setja upp myndina þarna, Þórir, að tjaldbúð Móse, ef við förum í aðra Mósebók, ég ætla að lesa þar eitt vers, aðra Mósebók 40 og vers 12, að þá er verið að tala þegar presturinn, hann var vígður inn í þjónustu. Hann var vígður inn í þjónustu, þá segir að önnur Mósebók 40 vers 12, önnur Mósebók vers 40, kapli 40 vers 12, þá skal þú leiða Aron og sonu hans að dyrum samfundatjaldsins, þvo þá úr vatni, og þú skalt færa Aron í hinn helgu klæði, smyrja hann og víja, að hann þjóni mér í prestembætti. Þannig að, hérna verið að víja
prest undir gamla sáttmála. Hann baðaður upp úr vatni. Svo hann færður í hrein klæði, línklæði, og svo hann smurður með olíu. Og þetta aðeins öðruvísi í 3. Mósebók. Þá var bætt við að það var sett blóð á eyrað hans, það var sett blóð á vísifingur hægri handar og það var sett blóð á stóru tá. Og einhver biblíuskýrandi sagði að það væri til þess að, eða orðaða svo að eftir að vera snertur með blóðinu að þá heyrðum við öðruvísi og við vinnum öðruvísi og okkar ganga öðruvísi eftir að blóðið hefur snert líf okkar. En hérna vígslan, hann baðaður í vatni og síðan kemur hérna tjaldbúð Móse og þarna var þessi prestur, Aron og þeir gengu þarna inn í forgarðinn og við sjáum þarna fyrir miðju að þá brennifórnaraltari. Það var altari þar sem fórnirnar voru brenndar og fórnin var alltaf fyrst, hún var deydd, síðan var hún brennd. Hún var, þeim var slátrað, svo var hún brennd og presturinn, hann gekk þarna að altarinu og þar rann blóðið. Við altarið rann blóðið og síðan gekk hann þarna áfram, þið sjáið þarna, það svona bláleitt, það kallað Brazen Loer á þessari mynd og þetta eyrker í íslensku þýðingunni. Þá þetta eyrkerið. Þar gekk presturinn og þar var vatn í skál og það var svona standur, ég veit ekki hvort þið eigið svona, við hefum engan svoleiðis stjaka hér, en þeir gátu þvegið bæði hendur og fætur. Og svo gátu þau speglað sig í eyrkerinu. Og munið eftir ritningu í Jakobsbréfinu, þar sem sagt að maður fer og hann lítur í spegil, labbar í burtu og gleymir jafnskjótt hvernig því hann að það hugmyndafræðin þaðan. Og Jesús, hann kemur líka með þessa hugmyndafræði, ég ætla að sýna ykkur það á eftir, en presturinn, hann gekk þarna, blóðið rann við altarið, skepnunni var fórnað, svo ber hann blóðið inn, hann þvær hendur og fætur og síðan fer hann inn í tjaldbúðina og þar var reykjelsisaltarið frammi fyrir hásæti Guðs og þar bað presturinn. Og reykjelsisaltarið tákmynd, í Opinberunarbókinni og á fleiri stöðum alltaf tákmynd upp á bænir hinna heilugu. Þannig að við getum sagt í Gamla testamentinu, tjaldbúðinu, þá eru þessir 3 vottar, andinn inni, vatnið í eyrkerinu, blóðið við altarið. Þannig að þetta Gamla testamentis mynd. Þannig að mér finnst það svo frábært að við erum að tala Guð sem vitni fyrir rétti, að hann vitnar 4000 árum áður það sem gerist 4000 árum seinna. Þannig að ritningin, hún svo frábær bók, hún sýnir okkur í raun og veru, það segir í Jesaja 46 að í upphafi þá kunngjörði Guð endalokin. Og við sjáum hérna, þetta tjaldbúð Móse, að það altari sem stendur fyrir blóð, það eyrker sem stendur fyrir vatn, það reykjelsisaltari sem stendur fyrir bæn í anda. Og þið hafið heyrt fótaþvott og svona, að hérna, ég man á biblíuskólanum þar sem ég að kenna í Kenía, þar alltaf fótaþvottur sem sagt í endaðan hérna, og það ekki þannig að hún farir í bað, heldur þvoum við fætur hvers annars. Og mér fannst það hérna, ég átti svolítið erfitt með það fyrst, en svo bara hérna braut ég odd á oflæti mínu og gerði svo, ekki að því að mér fyndist óþægilegt að þvo fætur einhvers, heldur að mér fannst það ekki bara vera ekki samkvæmt ritningunni. Þegar að Jesús þvoði fætur lærisveinanna, þá var hann, þið munið eftir að Pétur spyr hann
og segir við hann, Pétur segir við hann, heyrðu, þú þværð mig ekki, þú átt ekki að þvo mig. Þá segir Jesús við hann, ef ég þvæ ekki fætur þína, þá eigum við enga samleið. Þetta Jóhannesar Guðspjall 13, vers 8. Að Jesús þvær fætur lærisveina sinna með, hann má segja, já, með vatni, og myndin sem Jesús með er eirkerið, skilur úr Gamla testamentinu, hann að þvoða til þjónustu. Og þegar maður skilur það, að þá finnst manni svolítið skrítið að vera að heimfæra þetta upp á daginn í dag og þvo fætur hvers annars, vegna þess að hugmyndafræðin þegar fólk þvær fætur svona svo að við séum að sýna auðmýkt. En þetta var náttúrulega auðmýkt fyrir þá að því að það var alltaf lægst setti þrællinn sem þvoði fætur gestanna. Þetta var það lægsta sem hægt var að komast, þessi þjónusta. Hún var auðmýkjandi þá. En það sem ég ætla að segja að Jesús, hann segir við Pétur, ef ég þvæðir ekki, þá eigum við ekki samleið. Þá eigum við ekki samleið. Og þá segir Pétur, heyrðu, þvoðu mig þá bara allan. Og þá segir Jesús, sá sem hefur verið baðaður, hann þarf ekki að þvoast nema hendur og fætur. Og það sem Jesús átti við þá, hann að tala prestaþjónustuna. Presturinn var vígður með því að hann var allur baðaður. Jesús var búinn að segja, þér eru þegar hreinir vegna orðsins sem ég hef talað til yðar. Þannig að núna þurfið þið til að eiga samleið með mér að leyfa orðinu að þvo ykkur á hverjum degi hendur og fætur, en þið eruð þvegnir, þið eruð endurfæddir, en sem endurfæddir þá leyfið þið orðinu að þvo ykkur á hverjum degi. Þetta myndin, að blóðið, það vitnar ennþá. Sjáu þessa mynd með mér. Presturinn í gamla sáttmálanum þveginn, og hann baðaður, og síðan þegar hann þjónaði, þá átti hann alltaf að þvo sér hendur og fætur. Og þetta mynd upp á, Jesús var að segja að þetta væri mynd upp á endurfæðinguna, og við erum öll þvegin í laug vatnsins, síðan þvoðum okkur hendur og fætur daglega í orðinu hans. Og það þetta sem verið að tala og það sem sagt blóðið, ég segi blóðið það vitnar enn. Nú ætla ég að lesa ritninguna svo þetta alveg að vera búið. Ég ætla að hafa þetta á hálftíma, en það eru komnar 35, þannig ég komin yfir, það sekt. Andinn og vatnið, blóðið, þeim þremur ber saman. 3 eru þeir sem vitna á jörðinni, andinn, vatnið og blóðið. Sumar þýðingar segja faðirinn, orðið og heilagur andi. Og þessu, það nokkuð örugt að þessu var bætt inn seinna. Þetta ekki rangt, en menn bættu þessu inn til að útskýra þrenninguna. Þannig að þetta ekki í upphaflegu þýðingunum eða ritningunum, en það segir andinn, vatnið og blóðið, þeim þremur ber saman. Vér tökum manna vitnisburð gildan, en vitnisburður Guðs meiri. Þannig að andinn, vatnið og blóðið. Og ég segi blóðið vitnar enn þegar einhver fær fyrirgefnar syndir sínar og hann fær hreinsun í blóði lambsins, hann verður réttlættur. Andinn vitnar ennþá. Jesús sagði, þér munu verða vottar mínir þegar heilagur andi kemur yfir yður. Og þegar heilagi andinn kemur, sagði Jesús, að þá mun hann vitna mig. Þannig að við getum sagt að andinn vitnar ennþá. Fólk að endurfæðast, og það segir í Rómverjabréfinu 8:16 að andinn vitnar með okkar anda, við erum Guðs börn. Vatnið, það ennþá að vitna, orðið, það þvær okkur, þannig að daglega getum við átt samleið með Guði, og Hebreabréfið 12:14 segir, án helguna fær enginn
drottin litið, orðið helgar okkur daglega. Við eigum samleið með honum. Þannig að Pétursbréfið 2:5 talar að við séum heilagt prestafélag. Presturinn í gamla, hann var þveginn og hann þjónaði og sem sagt andinn, blóðið og vatnið vitnuðu þar. Þetta er eins í kirkjunni. Við erum heilagt prestafélag, við erum þvegin í blóði lambsins og hjört okkar hreinsuð í blóðinu, stöðulega þvegin í orðinu. Við höfum fengið olíu andans sem gerir okkur hæf til þjónustu. Þannig að þetta er vitnisburður Guðs. Og það er þetta sem að margir prestar í dag eiga erfitt með. Viðtalið við prestana 2 að þar var loftslagsváin sem bar hæst og þeir höfðu áhyggjur af ungu fólki í dag sem var að taka Biblíuna bókstaflega og einn annar prestana sagði að honum þætti svo gott að geta talað við þetta unga fólk og sem sagt komið í réttan þjóðkirkju farveg. En hérna andinn vitnar að Jesús sé sonur Guðs og að við þurfum að vera þvegin í blóði lambsins, við þurfum að vera réttlætt í blóði lambsins og við þurfum á smurningu heilags anda að halda. Og við skulum lesa hérna síðustu versin. Ef við tökum mannavitnisburð gildan, þá er Guðs vitnisburður meiri. Þetta er vitnisburður Guðs sem hann hefur vitnað son sinn, sá sem trúir á son Guðs, hefur vitnisburðin í sjálfum sér, sá sem ekki trúir Guði, hefur gjört hann að lygara, af því hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þegar fólk hafnar Guði, hafnar þessum einfalda boðskap, þá er það að gera Guð að lygara. Og þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið okkur eilíft líf, eða oss eilíft líf. Þetta líf er í syni hans, sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Þannig að við komum aftur að byrjunni, að nýja sköpunin, hún ber Guði vitni. Hún vitnar, þeir sem eru endurfæddir bera Guði vitni. Ég man alltaf að ég var hérna undir lyftu upp á vegstæði og var að tala við vinnufélaga minn og hann hafði oft hæðstað mig fyrir trúna og bara trúði ekkert. Og ég segi svona við hann að þegar ég frelsaðist, þá sagði hann, ok, ég get ekki deilt það. Það er þín upplifun. Og það var minn vitnisburður þegar ég frelsaðist. Nýja sköpunin, hún ber Guði vitni. Svo er það þeir sem eru enn fastir í spurningu djöfulsins. Það er fullt af fólki sem er fast í þessari spurningu djöfulsins. Er allt þetta satt? Er þetta satt? Er það satt að Guð hafi sagt? Og þeir óafvitandi gera Guð að lygara. Þannig að spurningin er, höfum við lífið sem Jóhannes talar Höfum við lífið? Og ef við höfum lífið, þá viljum við halda fast í það og við viljum gefa öðrum lífið. Við viljum vera vottar það að Jesús Kristur sem Guð hefur vitnað frá himninum, hann kom í þennan heim, hann dó fyrir syndir okkar og hann gengur með okkur allt til enda veraldar, segir Biblían. Amen. Þetta var Jóhannes 5. kafli, vers 1-12 og þarnæsta sunnudag þá ætlum við að taka hérna síðustu versin í kaflanum. Þar eru vers sem eru mjög, held ég, misskilin oft og talað að dríga synd til dauða og alls konar sem stundum hefur valdið fólki hugar angri allt sitt líf. Þannig að við skulum klára þann kafla eftir hálfa mánuð. En skulum biðja saman, segjum bara Drottinn, þakka þér fyrir það að ég er þitt barn,
Ég þakka þér, Faðir Guð, fyrir að þú sendir son þinn Jesú til að deyja fyrir syndir okkar og þakka þér, Drottinn, fyrir það að andi hans enn hér á jörðinni. Þakka þér fyrir það sem þú ert að gera út allan heim, Drottinn. Þakka þér fyrir að þú ert að vinna í þínu fólki og þakka þér fyrir það sem þú ert að gera í þessari kirkju, Drottinn. Þakka þér fyrir bæjarfélagið okkar, Faðir Guð, í Jesú nafni. Faðir, við biðjum fyrir leikskólunum áfram, við biðjum fyrir skólunum, við biðjum fyrir öllum sem eru starfandi hér í þessu bæjarfélagi, hverju einustu fjölskyldu, Faðir Guð. Þakka þér fyrir að við mögum lyfta því öllu upp til þín, Drottinn, og við gefum þínu nafni dýrðina og þökkum þér fyrir það að við erum þín börn. Amen. Amen.